Ok, nú ætla ég að segja þér svolítið frá rjúpum. Rjúpan meðalstór fugl. Kvenfuglinn eða hænan vegur 500 grömm og karlfuglinn eða karinn 550 grömm. Rjúpan breytir lit eftir árstímum og einstök það meðal fugla að hún skiptir hluta fjaðurhamursins 3 á ári. Í september skrýðist hún hvítum vetrarbúningi, stélið þó svart. Svart taumur á milli nefshauga á karranum en kvenfuglinn með alhvítt andlit eða grannan svartan hvítyrjóttan taum. Hænan byrjar að dafna yfir í sína búning. Strax í lok apríl og fylgir landinu þannig að hún verður brún þegar vetrarsnjórinn tekur upp. Karlinn aftur á móti helst hvítur allt fram í lok júní. Í lok maí og vetrarbúningurinn hans brúnarskart. Sumarbúningur hjónanna brún. Í júlí fella rjúpunar flugfjaðrir og stélfjaðrir. Þessum stóru fjöðrum skipt út aðeins einu sinni á ári. Á sama tíma fellar þær brúnan sumarbúninginn og skríðast gráleitum haustbúningi. Bæði kyn með rauða kampa ofan við augun. Kampar karrans þrútna og stækka voru og mjög áberandi með varptímann. Annað einkenni rjúpunnar að tær hennar fullaðar veturnar og þetta skemmtileg ljósaður það af hverju svo Rjúpan útbreidd allt. Auði að lesa. 40 fjalla. Hún staðfugl en ferðast innanlands utan varptíma og getur rjúpur þá farið langt á milli, sérstaklega á það við hænunnar. Karrinn helgar sér óðal í lok apríl. Hænan kemur 2 til 3 vikum síðar og sest hjá einhverjum karranum. Sumir karrar paraðir fleiri en einni hænu. Rjúpan frjósama fugl, hún verða kynþroska ársgömul og hver hæna varpar að jafnaði 12 eggjum. Út ungunartíma 3 vikur. Ungarnir hefur ekki að vera öðru en sólarinn kannski klár og fylgja móður sinni 6 til 8 vikur. Þeir bráðgerðir og farnir að flögra strax viku gamlir. Karrinn tekur engan þátt í uppeldi unganna. Rjúpan jurtaði þetta en ungarnir éta nokkuð á skordýrum fyrstu vikunar í lífi sínu.